Velkomin á þennan kynningafund hleðslulausnir ON. Við erum komin saman, ætlum aðeins að kynna fyrir ykkur þá í dag sérstaklega fjölbýlishúsalausnir, hvað í boði fyrir húsfjölu og þess háttar. Ég heiti Jóhann Ingi, ég sölustjóri ON, með mér Hrafn, vörustjóri og Guðjón, tæknistjóri. En áður en við förum í viðfangsefni dagsins, skulum við aðeins, kannski fyrst, svona tæknilegs eðlis og bara til að þetta flæði ágætlega, þá tökum við ekki við spurningum núna í kynningunni, en bara strax eftir að þá verða viðskiptastjórar og við öll hérna til að svara helstu spurningum sem kom upp. Rétt áður en við dembum okkur í þetta, þá hvað ON? ON framleiðir rafmagn og við seljum rafmagn og við erum mjög stolt af virkjunum okkar þremur. Við erum með 3 virkjanir og við erum með 2 jarðvarmavirkjanir sem Hellisheiði, sem sunnan Hengil, og svo erum við með Nesjavellir sem norðan megin við Hengil, og 3. virkjunin okkar vatnsaflavirkjun sem Andakílsvirkjun. Og ein af þeim spurningum sem að vakna oft og ég hef fengið af hverju ON að skaffa hleðslulausnir og af hverju erum við á þessu markaði. Við erum með ákveðna stefnu og tilgangur ON að við ætlum að auka lífsgæði og skapa verðmæti á sjálfbæran hátt, og 2 af þeim stefnumarkmiðum sem við erum með að þjónusta rafbílaeigendur, og við ætlum líka að auka fjölbreytni með arðbærum viðskiptum. Og ef við förum aðeins betur í þetta, þá erum við að byggja upp hleðslunet ON sem að margir kannast við, og það auðvitað byggt á bæði rafhleðslum og fleira. Og við erum hérna hringinn í kringum landið, eins og þið sjáið á kortinu, og það eru yfir 2000 stöðvar í rekstri í okkar kerfum, sem við komum aðeins betur inn á hérna seinna. Og hleðslu innviði okkar byggjast upp á hraðhleðslum, og fyrsta hraðhleðslustöðin kom 2014, þannig að við erum ákveðnir frumkvöðlar í þessari uppbyggingu, og árið 2018 þá náðum við að loka hringnum, þannig að við vorum með stöðvar hringinn í kringum landið. Og í dag erum við bara að byggja upp ennþá öflugra net ásamt öðrum, þannig að þetta allt til að þjónusta rafbílaeigendur. Til viðbótar erum við með hverfahleðslur, eflaust hafið þið séð stöðvarnar hérna í Reykjavík við Sundlaugar og hingað og þangað, og þetta einmitt lausn sem að Hrafn kemur aðeins betur inn á, sem að geti hentað fjölbýlishúsum, en í dag erum við komið yfir 350 stöðvar, bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu út á landi. Og svo aðeins hérna, það sem við ætlum að ræða í dag, þá eru hleðslu áskriftin, við erum í dag komið yfir 1500 stöðvar í rekstur og erum bara að byggja upp þetta net okkar, og þetta fyrir einstaklinga, þetta fyrir fjölbýli og sérbýli og svo jafnframt fyrirtæki líka. En það ekki nóg að byggja upp hleðslustöðvar og hleðslukerfi, við þurfum að hafa öflugt teymi til að sinna þessu. Það viðhald og það þarf að svara fyrirspurnum og það þarf að kenna, og teymið okkar, hérna sjáum þið cirka helminginn af teyminu, og hleðslu teymið okkar samanstendur af viðskiptastjórum, og þeir eru hérna og taka við fyrirspurnum.
og við komum með lausnir og við bara finnum út úr þeim helstu vandamálum og viðfangsefnum sem að standa frammi fyrir húsfélögum. Við erum með tækniteymi, ef eitthvað kemur upp þá þarf þetta öflugt teymi sem með þekkingu og kunn á búnaðinn og svo þjónustuveri sem eru mjög mikilvægt sem svarar allan sólarhringinn, líka á jólum áramótum, bara hvenær sem ef eitthvað kemur upp. Og hérna uppi eins og sjáum við að það sem við erum mjög stolt af, við erum búin að fá hljóta íslensku ánægjuvogina núna í 4 ár í röð. En að viðfangsefninu, þetta er auðvitað frumskóra upplýsingum og þetta er ákveðið flækjustig. Við erum með svör við flestu, þannig að við erum hérna til að leysa það mál og veita eitthvað svona línu inn til okkar og það eru ólíka lausnir og það eru ólíkur búnaður, það eru sérstæði og ekki sérstæði, það þarf innheimt þetta og allt sem því fylgir. Og ég ætla að bjóða hérna Guðjón ætlar að koma inn upp á svið til að byrja þess að útskýra. Takk fyrir. Já, það kannski byrja á byrjuninni, það er svona hvernig virkar hleðsla á rafbílum og þetta er kannski svo spurning og svona það sem fólk er mest að hringja inn til ON sem nýjir viðskiptavinir og eru svolítið svona að velta þessu fyrir sér, hleðslu hraða, mismununum á hraðahleðslu og annarri hleðslu og þá er ég hérna með svona einfalda skýringamynd og það sem við erum að tala um í dag er aðalega það sem kallast hér ASI hleðslustöð, það sem við erum með hleðslustöðina heima hjá okkur sem er svona mjög mikil þægindi við eigar á bíl ef það er hægt og hún hleður þá svona 10 til 110 km á hverju klukkustund inn á bílinn þannig að við aukum drægjum cirka svona og þannig að þetta er svona svolítið svona lengri hleðslustopp og er svolítið svona háð því hvað hleðslutæki bílsins er stórt. Það er svolítið svona segir okkur hvað við getum hlaðið hratt. DC hleðslustöðvar, það eru mun öflugri og eru þá svona hleðslu það sem við notum þegar við erum að kannski keyra lengri leiðir eða þurfum að fylla á bílinn fyrir daginn ef við erum að nota hann mjög mikið og þetta er svona stuttstopp, kortið 20 mínútur og þarna fáum við bara jafnvel 250 km eða meira inn á bílinn á klukkutíma og er mér hentugt í það en það eru svona ýmsir ef við fyrir aðeins nánar í þetta þá eru svona nokkrir punktar svona sem að segja hversu öflugt þetta er og í ASI hleðslustöðum þá er það aðalega bara hvað hleðslustöðin er stór og hvað innra hleðslutæki í bílnum er stórt. Þannig að 22 kW hleðslustöð, ef þú ert með 11 kW hleðslutæki í bílnum þá er það aflið sem fær inn á bílinn og svo er það hleðslukaplarnir. Það er þetta að velja þarna mismunandi sverleika á köplum. En það eru mun fleiri atriði sem að svona kannski ráða hleðsluhraða í hraðahleðslu og þá er það kannski stærri stöðvarinnar en aðalega er það bara hvernig bílnum líður. Það er það bílinn sem ræður ferðinni, hvað getur hann tekið við mikilli hleðslu og það fer mikið eftir hvað hann er mikið hlaðinn þegar það er byrjað og svo hvað hitastigið er úti og er kannski svona típisk mynd af hleðslukúru á rafbíl við DC, þess að hraðahleðslu, þar sem að ef hann er mjög lítið hlaðinn og þetta er við kjör hitastig, þá tekur hann rosalega mikið afl inn á sig og getur það og svo þegar að batterið er orðið að verða fullt, þá getur hann alltaf tekið minna og minna inn á sig. Þannig að þetta er svona smá inngangur að mismununum á hraðahleðslu og venjulegri hleðslu og svona það sem að þetta kemur mjög oft upp sem spurning, þannig að það er svona gott að byrja á byrjunni. En nú ætla Hrafn að taka við og hann ætlar að fara yfir heimahleðslun. Góðan daginn. Heimahleðsla ON, hvað er það nú? En heimahleðsla ON er heildarlausn í hleðslu rafbíla fyrir sérbíli, fjölbíli og fyrirtæki. Þannig að viðskiptavinir greiða bara lágt mánaðargjald fyrir fullkomna hleðslulausn. Inn í þessari þjónustu ON þá bjóðum við upp á það að hanna hleðslukerfi fyrir fjölbíli. Við aðstofum við það að útvega rafverktaka ef það þarf. Að sjálfsögðu náttúrulega öflugar hleðslustöðvar sem að uppfylla hleðslur allra bíla. Í þessu náttúrulega uppsetning eins og
Jóhann kom inn áðan, þá erum við með 24/7 þjónustuver og það gerir svona það sem við aðstofum við allar þarfir rafbílaeigenda, líka heima á sér og það er alveg verið þetta svona áhyggjulausar hleðslur og formaður húsfélagsins þarf ekki að hlaupa út og hjálpa nágrannum sínum, heldur nóg bara að hringja í þjónustu fyrir honum. Allar okkar hleðslustöðvar eru tengdar okkar bakenda kerfi og eru þar alveg í vöktun, þannig að við sjáum allar bílanir og getum aðstoðað við alls konar svona vandamál sem koma upp. Einn af svona stærstu hlutunum í varðandi hleðslukerfi fyrir fjölbýlishús er álagstýring og stöðvarnar sem við bjóðum upp á eru með mjög öfluga álagstýringu. Það er greiðslukerfi sem er með í þessu og það er svona greiðsluskipting. Hægt er að nota on-appið og svo eru stöðugar uppfærslur, annarkvort hugbúnaðar uppfærslur eða þá vélbúnaðar uppfærslur til þess að fylgja þeim reglugerðum eða lögum sem gilda hverju sinni. Þannig að þetta verður svona áhyggjulaus rekstur á hleðslukerfum. Af hverju er fólk að velja heimahleðslu on? Jú, þetta er laust frá traustum aðila. Það er lágur upphafskostnaður. Húsfélög og viðskiptavinir þurfa ekkert að velta því upp hvort þau sé að velja réttu hleðslustöðina eða ekki. Við erum búin að því. Það er engin rekstrar eða viðhaldskostnaður á stöðunum, on sér það. Þessi lausn er líka skalaleg, hún getur byrjað bara með einni stöð og farið upp í þar sem öll stæðin eru með hleðslustöð. Eins og ég nefndi áðan, þá líka verður lausnin aldrei úreld, on tryggir það, hvort sem er með hugbúnaði eða þá með því að setja nýjar stöðvar upp. Aðrir kostir er það að þetta er sama viðmót þegar þú ert að nota hleðslustöðina heima hjá þér eins og þú ert að nota hleðslustöð, svona almenningshleðslustöð on. Þú getur nota sama á appið, sami on-lykillinn, þannig að þegar þú ferð loksins út að keyra og ákveður að fara á Akureyri, þá kanntu að nota hleðslulausnir on alls staðar á landinu. Ef þá koma upp bílanir á hleðslustöðinni sem erfitt er kannski að bregðast við strax, þá eru frí afnot af almenningshleðsluneti on á meðan viðgerð stendur. Fyrir leigjendur og leigubúar þá er þetta náttúrulega mjög einföld lausn og auðvelt að greiða henni. Það er engin binditími í hleðslulausn on. Aðgástýringin er mjög einföld og þægileg þar sem hver og einn greiðir bara fyrir sína notkun og einnig hentar þessi lausn mjög vel fyrir fyrirtæki ef þau vilja bjóða til dæmis starfsmönnum upp á heimahleðslu sem eru kannski fara heim á fyrirtækjabílnum og annað. En hvað kostar þetta? Jú, on hefur alltaf keppst við það að gera orkuskiptin hagkvæm og því hefur við reynt að halda verði fyrir hleðsluáskriftina heimahleðsluna í lágmarki og verðið er í dag 2.900 krónur á mánuði fyrir sérbíli, 4.400 krónur í fjölbíli og sömuleiðis í fyrirtæki. Helsti munurinn á verðinu er það að stöðvarnar sem við notum í fjölbíli og fyrirtækjum eru með öflugri árastýringu. En rafmagnið út úr stöðunum, hvað kostar það? On leggur ekkert ofan á rafmagnið út úr hleðslustöðunum. Þetta er bara sama verð og er út úr heimilistengli og er byggt upp af rafmagni, sölu á rafmagni og svo flutningi og dreifingu frá Landsneti og dreifiveitunni. Og hér er þetta bara byggt upp, þetta er bara 1593, er bara verði í dag sem tekur sjálfsögðu breytingum með breytingum verðskrá og það er engin viðbótarkostnaður lagður ofan á rafmagnið. En hleðslustöðvarnar, ég nefndi það aðeins áðan, hleðslustöðvarnar okkar eru snjallar, þær eru allar 22 kW og uppfylla allar hleðsluþarfir rafbíla.
Þær eru raun og veru, það þarf ekki að leggja inn einar fjarskiptalagnir fyrir þær. Þær eru allar tengdar gegnum fjarskiptanet. Allur öryggisbúnaður er innbyggður í stöðvarnar. Uppsetningin er mjög einföld og stærsti kosturinn er þessi álagstýring sem hleðslustöðvarnar bjóða upp á, sem nýtir raun og veru alltaf 90% af því afli sem er til staðar í fjölbýlinu. Hér er svona mynd bara tekin úr kerfinu hjá okkur sem sýnir svona álagstýringu. Þetta er 18 hleðslustöðvakerfi og hér er verið að hlaða í öllum stöðvum, eða bíll tengdur í allar stöðvar. Og kerfi passar það að það slá ekkert út og afli sé nýtt að fullu. Eins og sést á myndinni, þá er nánast verið að fullnýta það afl sem er til staðar og allir bílar fá sína hleðslu. Og þetta er lykillinn að því hvernig góð hleðslukerfi fyrir fjölbýli eru. Og svona gott að nefna það að hvað er fjölbýli? Það er raun og veru öll hús sem eru raun og veru svolítið að deila sömu heimtug. Og til dæmis bílskúrslengjur, við skilgreinum það líka sem fjölbýli. Aðeins varðandi lagnirnar, því það er raun og veru sú fjárfesting sem húsfélög þurfa að leggja út fyrir. Og í kerfi ON þá er þetta raun og veru einfaldari lagnir heldur gengur og gerist. Og þar lendi minni kopar og þar lendi lægri kostnaður. Uppsetningin er líka einfaldari, allar stöðvarnar eru tengdar eins. Þetta er byggt upp í svona dokkukerfi, þar sem er gert ráð fyrir hleðslustöðum í hvert stæði eða þau stæði sem er ákveðið að setja hleðslustöður í, og svo bara þegar er ákveðið að setja hleðslustöð upp í stæði þá er einfaldlega bara komið og henni smelt í. Svo ég nefndi áðan, þá eru engar samskiptalagnir, þannig að þetta einfaldar allar uppsetningu og svo er betri nýting á afli og heimtögum, þannig að það er mun minni þörf á því að stækka eða fá aðra heimtug fyrir hleðslulausnir fjölbýla. Annað sem okkur langaði svona að kynna fyrir ykkur er nýjung á þessum markaði sem við erum að þróa með byggingaraðilum og húsfélögum, en það eru hverfa hleðslur fyrir fjölbýli. Eins og Jóhann kom inn á áðan, þá er ON að reka 350 hverfa hleðslur og sem hafa bara reynst rosalega vel. En við sáum það svona fljótlega að þessi lausn gæti hugsanlega henta líka fyrir fjölbýli, og þá sérstaklega fjölbýli, svona kannski stærri fjölbýli, þar sem eru kannski nokkur fjölbýlishús saman og sem eru að deila svona kannski stórum bílaplönum. Það sem er erfitt að koma upp einni heildstæðri lausn, það er enginn sem á sérstæði og annað, og þá getum við komið upp svona hverfahleðslu inn á bílastæðum fyrir fjölbýli. Lausnin virkar þannig að fjölbýlin sjá innviðina, þess að koma upp á lögnunum, alveg eins og í heimahleðslunum, en það er ekki greitt neitt mánaðargjald fyrir hleðslustöðvarnar, heldur er bara notkunin sem sér það að reka og greiða af hleðslustöðvunum. Þannig hér er bara hefðbundið hverfahleðsluverð sem er hægt að sjá á heimasíðu on.is, og þar lendi er engin ekstra kostnaður fyrir fjölbýlin á þessa lausn. ON sér bara það. Eskjás í Garðabæ er nýtt ný svona fjölbýlishúsaklasi sem þessi lausn hentaði alveg einstaklega vel fyrir. Hér eru mörg fjölbýli og sem deila bílastæðin, og jafnvel eru sum bílastæðin inn á bæjarlandi. Þannig að hér á enginn sér stæði, allir að deila, og hentaði þessi lausn alveg einstaklega vel. Og geta allir nýtt sér hleðslustöðvarnar samnýttar, og þannig kostnaður allir miklu lægri og bara mjög hentug lausn. Svona bara að lokum að hver eru svona næstu skref? Jú, við bara aðstofum okkur við það. Þannig að það er að gera bara að hafa samband við ON, og þið sem eru á streyminu, þá bara er þetta að fara inn á on.is og senda okkur erindi þar í gegn, og
ef það eru eitthvað spurningar þá getum við tekið þær hérna eftir. Þannig að við skulum ekkert vera að flækja þetta mál og hafa bara samband. Takk fyrir. Einhverjar spurningar? Við erum allir með 2 hérna sem að